Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, það alltaf álitaefni hvenær einstakir viðburðir verða samfélagsmál, en mörg okkar hafa fylgst óhug vegna þeirra staðreyndar að 2 manndrápsmál komu upp nýverið með 2 daga millibili og við erum að sjá nokkuð mörg slík mál síðasta árið. Á sama tíma hefur fólk áhyggjur af hnífanotkun, aukinni hnífanotkun, jafnvel hjá börnum í grunnskólum. Við ætlum að aðeins einbra á því hér á eftir. En Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur, hefur lengi skoðað þessi mál og við ætlum að fá hann til þess að greina stöðuna með okkur. Vertu velkomin hérna til okkar, Helgi. Þakka fyrir. Það hafa verið sagðar fréttir af því að það sé kannski ekkert mjög óvenjulegt að gerast og þetta getur svona komið í slumpum og allt það, en það harla fágætt að svona stutt líða á milli manndrápsmála, ekki satt? Já, það alveg rétt að fá svona manndráp bara, þú veist, ón í hvort annað, í raun og veru bara sömu helgi. Það kannski óvenjulegt, kannski tilfallandi. Við höfðum raunverulega kannski verið að hafa tímabil þar sem var kannski ekki mikið á síðustu mánuðum manndráp. Þannig að fá þessi 2 svona brón í kokið að jú, manni bregður og maður fer að velta því fyrir sér og þú veist hvað raunverulega í gangi og síðan í raunverulega kannski beinu framhaldi eða í kjölfarið af svona dálítið stórtækum þjófnaði sem var þarna 2-3 vikum þar á undan. Já. Sem virtist nú vera svona dálítið skipulag á bakvið og menn náðu þarna í 10 milljóna og bara mjög skömmum tíma. Að þá fara menn auðvitað velta fyrir sér, hvort þarna eitthvað mikið sé að gera hjá okkur eða hvort að þarna sé eitthvað nýtt í sjálfu sér í okkar samfélagi sem okkur ber að huga að og taka alvarlega. En okkur bregður með 2 manndrápa stuttum tíma. Það alveg rétt. Já. Og maður heyrir svo sem á kaffihúsum og götuhornum þegar uppkemur manndrápsmál að þeir eru til þeir Íslendingar sem hafa áhyggjur af því að þetta tengist að einhverju leyti mögulega ítökum erlendrar mafíu. Sýna þínar rannsóknir að slík manndrápsmál hér á landi séu vaxandi megin? Nei, ég raun og veru ekki, sko. Ég hef verið fylgst með manndrápsmálum svona, síðustu, 20 ára, eða bara frá aldamótum og jafnvel þar á undan og einkenni þeirra hafa ekki mikið breyst. Nei. Þetta mikið til manndrápa milli fólk sem þekkist, í sambandi, jafnvel nánu sambandi. Þetta kallar að drepa aðra karla. Þetta kallar að drepa kærustu, eiginkonu, fyrri eiginkonu. Þetta meira yngri karlar. Þetta ekki mikil ráðgáta. Þetta mál sem upplýsast yfirleitt frekar fljótt. Þetta oft svona í, við getum sagt alltaf því augnabliksæði, þar sem vímefni koma við sögu, vímefni koma mjög mikið við sögu þessara manndrápsmála og þetta miklir svona harmleikir. Já. Og svona einkenni svona meira og minna hvað þetta snertir og þetta yfirleitt eggvopn sem eru notuð og kyrkingar líka, en skotvopn eru frekar fátíð. Ef við værum að fá manndráps þar sem eru kannski fyrirfram skipulögð og upplýsast ekki eða örðugt að upplýsa þau, það væri dæmi eðlisbreytingu, það væri dæmi skipulagða brotastarfsemi, því að við höfum slíkt í Evrópu og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum. Það mörg mál sem upplýsast ekki og það nefnilega mál sem þess eðlis. En við höfum mjög lítið verið með mál af því tagi. Það eina málið auðvitað sem sker mikið augun hjá okkur, það auðvitað rauðagerðsmálið. Það skipulögð aftaka, bara mafíumorð. Og í raun og veru var það ekki fyrir neitt nema bara árvekni og raunverulega tæknigetu lögreglu að það mál upplýstist. Að þeir gátu dregið fram gögn þar sem ekki var hægt að neita því að það var komið nærri manndrápinu. Því að það var skipulag fyrirfram og ef menn hefðu ekki haft þessi gögn sem menn höfðu, segjum til dæmis að það hefði gerst fyrir 10-20 árum síðan, þá hefðu menn ekki haft tæknilega getu
til þess afhjúpaða mál, en menn höfðu það með gegnum símagögn, myndgögn, fleira því tægi að tæknileg gögn, að þá gátu menn rakið þetta beint til þess aðila sem framkvæmdi verknaðin en að öðru liti ef það hefði ekki tekist þá hefði viðkomandi bara verið rólegur bara fyrir norðan og ekkert vita hvað var að gera eftir sunnan sko. hann var bara í veiðitrú fyrir norðan eða eitthvað slíkt sko. Og kom ekki nærri málinu og það hefði ekki verið hægt að reykjandi til hans en vegna tæknilegra gagna þá var það gert þannig það mál er svona undantekning, sér á partí en við sjáum ekki mál af þessu tægi vera að aukast hjá okkur en við sjáum svona mál í Evrópu, það skipulega brotast það sem við sjáum þetta í Bandaríkjunum með einhverju marki en við mjög lítið séð að þessi hér þessi mál bera raunverulega þessi sambarlega einkenni eins og þau voru bara á 2000-öldin 1980, 1990, 2000 eitthvað slík sko, það er að segja einkenni málana spurningir kyn, aldur, aðstæður hvort það uppgötaðist eða ekki og svo framvegis og það er líka það sem er einkennandi hvað þeirra manndráp á Íslandi er það að þeir koma dálítið í hrinum við höfum svona toppa og þessi toppar eru talsvert hærra en svona má segja tíðnin öllu jöfnu sko. Þessi toppar í okkur eru oft bara sambarli tíðni í löndum þar sem manndrápstíðni er mjög há þú veist, það fá allt í hennu kannski, þú veist, ég tala um kannski 8 manndráp á einu ári þá erum við að fara yfir meðaltalan eins og gengur og gerist í Evrópu en það er bara það sem að því Íslands samfélag þetta er fámennt samfélag og málin eru þrátt fyrir allt tiltölulega að fá þá getum við búist við einmitt svona sveiflum og toppanir fara oft mjög hátt en síðan fara þegar lítið er að gerast að þá fer tíðni mjög mikið niður sko, þegar maður verður að reikna þetta til lengri tíma þannig að ef við reiknum þetta til 10 eða 20 ár þá er tíðni svona í lægri kanti svona landa í Vestur-Evrópu sko. Já. Eru til gögn sem sýna fram á að vettvangur þessara voðaverka umfram höfðatölu hafi færst út á land sko, ég til dæmis fjallaði mikið harmleikin á Blönduósi þegar ég var að vinna á Fréttablaðinu og það er náttúrulega mál af því tægi að hjarta íslensku þjóðarinnar nánast hætti bara slá þegar okkur var ljóst hvað hafði gerst þar svo erum við með þetta manndrápsmál þarna í Ólafsfirði við erum með mál sem er rannsakað núna á Akureyri ég held ég gæti, við erum með sumarbústaðamálið á Suðurlandi ég held ég gæti áfram að telja ég held að narratífan hafi svolítið verið það að í borg óttans og svona næturlífin og sollinum sem fylgdi miðbænum og fíkniefna viðskiptum hér þá er nú kannski helst líkur á einhverju svona fyrir utan þessa ástríðuglæpi sem þú nefnir, það sem karlar virðast vera mjög ráðandi sem gerendur en er eitthvað sem bendir til að mögulega einhverjar félagslegar ástæður hafi breyst þannig að vettvangurinn sé auknum mæli að ferast út á land? Ég þóru ekki alveg að fara með það, að því ég er bara beinlýs ekki með gögnin, þeir ekki reiknað þetta beinlýs út en það er alveg rétt að það eru svona, einhver leiti stingur auga þetta eru fjöldi máli einhver leiti sem virðist að koma raunverulega út á landi og allt það og kannski oft aðstæður það sem er erfiðar og það en sko svona kannski bursið akkurat hvar þessi mál kom upp að þá eru einkenni bara sambarleg hvort það sé kannski í höfuborginni eða í jaðri höfuborgarnar eða í einhverjum minna plássi út á landi að það eru þessi einkenni sem ég dróði báðan sko varðandi hvað þarna raunverulega er í gangi þetta er og við skoða sko að svona einkenni þeirra sem beita ofbeldi einkenni þeirra sem þá þess vegna fremja manndráp félagslegi bakgrunn það er ákveðin minnstur sem maður getur séð það er oft á tíðum saga bak við ofbeldi hjá einstaklingum sem fremja manndráp það er ekki einhlít, það eru mörg dæmi sem eru annars konar oft brotin æska eða eitthvað já, maður getur rakið alls konar svona sameinkenni með margra sem beita ofbeldi og þess vegna manndráp en varðandi svona vettvanginu út á landi að þetta það er sko það var þess að félagslega aðstæður og við tökum þessu mál sem hafa komið út á landi þá er þetta ofta tíum einstaklingar sem eru dálítið aðþrengdir sko félagslega, efnahagslega hafa kannski rakist úr höfuborginni og farið út á land hugsanlega vegna þess að það er ódýrari kostir það hefur verið töluvert en það síðan erum við með mál þar sem er ég meina
það geta verið eitthvað svona andlegir erfiðleikar, það geta verið, þannig að ég er að skoða hvert mál fyrir sig, en ef maður svona tekur, og við getum séð þetta á heimasíðu ríkislögreglustjóra sem reiknar þetta út eftir, fyrstalega eftir mannfjölda, en líka oft eftir plássum, eftir þar að segja hvar brotin koma upp og þar kemur ofta svona óvart að þar koma upp staðir svona sem mann dettur kannski ekki endilega fyrst í huga að það sé mörg afbrot sko, eða fleiri afbrot til dæmis í Vestmannaeyjum, í Reykjavík eða slíkt sko, en það koma alveg ár þar sem höfuborgin er ekki endilega sá staður eða borgin, sollurinn í borginni að hann sé endilega þar sé flest afbrot við mannfjölda, það koma upp oft svona óvæntir staðir því að það þarf ekki mörg mál út á landi til þess að statistikinn fari upp þar fyrir einstök ár sko. Og ég fengi símtöl sko frá einmitt sko sveitastjórum og bæjarstjórum út á landi sem allt í einu hafa verið að fá okkur að tölur sko sem sýna að þeirra staður allt í einu að mælast hátt í gögnum ríkislögreglustjóra. En það er einmitt kannski vegna þess að þetta eru fámennari staðir og ef það kemur upp einhver alvarleg mál eða eitthvað slíkt og þá allt í einu getur komið mjög hátt upp í svona einhverju útreikning við eitt einstakt ár meðan við mannfjölda sko. En sko ég held að skoða samt sko þessa töflu ríkislögreglustjóra, það verður flest þessara mála hegningarlaga brota þegar eiga sér stað í höfuðborginni og hér er langflestir og í kringum miðborgina sko. Það er flest hefðbundnu brot sko, þessi afbrot, auðgunarbrot og fleira en það er alveg rétt hjá þér að það stingur oft í svona augu að mörg þessara mjög svona hörmulu harmrænu mála þeir koma oft, ég segi ekki oft en þeir eiga sér að koma stað út á landi og í raun og veru sko það sem þú ert að gera þú ert að kalla fram ákveðna rannsóknarspurningu sem væri bara áhugavert að raunverulega bara taka markvisst fyrir að taka til dæmis einhver alvarleg brot sem getur verið eins og manndráp í þessu tilfelli og beinlínis bara skoða það sko. Það er að segja hvar þau eiga sér stað og sem sagt hvort það getur verið raunverulega að þetta sé geti þess að vera algengara í þessum fámennustöðum en kannski í þessum miðborgarsöllunum fyrir sunnan. Já, og að ári kannski kemur í annað viðtal og þá verður með rannsóknarniðurstöður. Það má alveg vera sko, vegna þess að við erum alltaf að leita góðum svona rannsóknarspurningum og við erum með þetta nýbúin að hefja meistaranámi í afbrotafræði og nemendur eru að leita eftir rannsóknarspurningum og þetta er bara rannsóknarspurning sem er bara mjög áhugaverð sko og ég er alveg sannfærður að ég mun gauka þess að einhverjum áhugasami nemyndum, við reyna að skoða þetta varðandi vettvang og hvort hann hafi áhrif og hvern tíðni vettvangsins er í svona eins og manndrápsmálum. Já, þegar ég starfaði sem blaðamaður fyrir Norðan og Akureyri þá man ég eftir frétt sem ég skrifaði fyrir tíminn líður nú svo hratt en ég hef svona tilfinningu fyrir því að séu kannski 15 ár síðan og þá var einhver könnun sem mældi sko 8 Akureyringa við að fara til Reykjavíkur einkum vegna þess að þeir upplifðu sig öryggislausa í miðbænum og einkum að næturlagi og það var örugglega einhverju leyti byggt á einhverjum gögnum en það var líka þessi tilfinning manni að hér væri sko hlutfall eða svo sagt hér væri bara langhættulegast að vera. Sko við kollegarnir hérna í félagsfræðinu og afbrotafræðinu sko við höfum svona reglulega verið að mæla til dæmis öryggistilfingunum borgarana á Íslandi sko. Og þar kemur í ljós að Íslendingar þeir óttast mest miðborgina. Já. Það á líka við Reykvíkinga það á við þá sem til þess búa á Austurlandi sko sem óttast miðborgina. Og kannski hafa ekkert komið í miðborgina sko, það er mjög langt síðan sko. Og óttinn virtist vera þannig, hann virtist sér áhyggjuna, virtist vera mestar eftir því sem fjær drógu miðborginni sko. Og svo eru þeir sem byggu kannski í miðborginni að nálutinni, óttinn var minnstur þar, en hann var samt til staðar. En það spyr óttast þú að ganga einn að kvöldla í helgi í miðborginni. Að þá sáum við alveg að það var svona áhyggjur, talsverður óttir svona við miðborgina, en hann var oft meiri meðal þeirra sem kannski byggu fjær miðborginni og mikið kannski meðal kannski eldri kvenna eitthvað slíkt sem myndi aldrei fara niður í miðborg sko. Þannig að það er eitthvað annað í gangi en kannski raunverulega breytnin sjálf að vera að fara í miðborgina því að það virtist draga úr þessum óttu áhyggjum ef þú vart niður í miðbæ eða varst nálægt miðbænum og þá dróðaður óttaðinum við miðbæn en hann hvarf ekki alveg vegna þess að við sáum alveg að miðborgar íbúar höfðu líka áhyggjur af miðborginni en oft var óttinn og áhyggjurnar mestar kannski að þeim sem minnstar líkur voru á að vera í miðborginni sko. Er hægt að Helgi Gunnarsson afbrotafræðingur maður þarf alltaf að minna sig á það
drjúgur hluti þeirra sem að fylgjast með samstöðunni eru hlustendur og menn detta inn í útvarpsþætti hjá okkur á samstöðunni og hafa kannski mist af kynningu, en ég sérst að ræða við Helga Gunnlaugsson, afbrotafræðing manndrápsmál á Íslandi. Helgi, eitthvað sem bendir til þess að Ísland sé sannarlega óöruggara land nú 23.4.2024 heldur en fyrir 1 ári, 5 árum, 10 árum eða 20 árum? Nei, það held ég ekki. Við erum ekki óöruggara land en áður og það er ekkert í gögnu sem beinlínis bendir til þess að við ættum að vera óöruggari. Við erum í fjölbreyttara samfélagi en við vorum kannski fyrir 20 árum síðan. En ég man til dæmis, þú veist, 1990, 2010 þá var áhuginn þeirra miðbærin til þess miklu meiri en það virðast í dag. Það var mikill fréttaflutningur ofbeldismáli í miðborginni og menn bara töluðu mitt borg óttast. Það er það sem hugtækja kom, borg óttast, og þetta er svona 1990, 2000, 2010. Þetta er svona í kjölfarað því þegar bjórinn er leyfður, sko, þegar bannið var afnumið, sko. Þá fóru smám saman að reisa hérna margar krár og rísa margar krár og barir og miðborgarlífið einhvern veginn fékk þannig að dálítið mikið líf og menn virtust að mörgulegt ekki kannski kunna fóta sig í þessu nýja umhverfi, sko. Það var tímabil líka þar sem að var frjáls opnutími. Og frjáls opnutími, það var alls konar svona, þegar menn voru einhvern veginn sko, svett úr sér, sko. Og þannig að það var svona hálfgelt vilda versus ástæðan sem var 1990 og 2010 og við fengum upp mörg alvarleg ofbeldismál. Það voru nektarstaði líka á fullu. Já, nektarstaði voru hérna kringum aldamótin, sko. Það voru einir 14 nektarstaði sem voru starfræktar á Íslandi. Og 4 held ég í miðbænum bara. Nei, já, út á landi líka. Það voru 4 bara á Akureyri. Já, Akureyri, voru í Vestmannaeyjum, voru í Reykjavík og voru í Kópavogi. Það voru hérna einir 4-5 hérna niðri í miðborg. Þannig að miðbæjarlífið var allt mörguleiti svona talsvægt villtara og mikil ölfun og við fengum í alvarleg ofbeldismál og það var kannski má segja, kannski einhverju liti bara tekið á því, sko. Þannig að í dag finnst mér einhverju liti umræðinu miðborgina, hún er miklu svona það er svona meiri rósemdi yfir umræðin en meða við þess að var hérna 1990, 2000 og 2010. Þannig að varandi það hvort að við séum eitthvað óöruggar í dag en áður, ég held að það sé svo ekki og svo fyrir utan það svona alþjóðlega mælingar sem eru verið að svara sambærilegum spurningum á milli landa, þá kemur í ljós að það eru fáar þjóðir sem finna fyrir eins miklu öryggi í sínu byggðalagi eða í sínu hverfi þar sem menn búa. Þannig að það eru margir slíkir jákvæðir þættir í varandi íslenskt samfélag og öryggi, sko. Svona í lokin, Helgi, að því ég myndist enn inngangi á hnífa. Nú veit ég ekki hvort vísindalega könnun er að ræða eða bara einhverja sjálfstæða athugun hjá skólastjórnanda en ég tók eftir því í þætti hjá Ríkisútvarpinu um daginn. Þetta helst held ég að hafi verið að 7% nemenda við einhvern grunnskóla annarkvort höfðu íhugað að það voru með hnífa á leiðinni í skólan og úr honum og samkvæmt svörum barnanna að mestu leyti til að gæta eigin öryggis, ekki það þau ætlaðu að stinga aðra, en manni bregða nú við svona. Já, það er vegna þess að sko hnífar geta verið stór hættilega, það er líka um eina stungu og við komandi getur bara dáið hreinlega, sko, þannig að þetta veldur áhyggjum og við höfum raunlega farið gegnum dálítið þessa umræðu og sérstaklega í fyrra því að þá er að koma upp mál þar sem krakkar voru að bera hnífa og jafnvel nota þessa hnífa og beita þeim. Mér sýnist að mörgu, sko, að svona umræðan sem hafa farið inn í skólana og til krakkana að það hafi raunlega eitthvað gerst, sko. Ég svona eitthvað leyfi mér að trúa því, sko, að umræðan hafi leitt til einhvers að menn setja meira spurningamerki við það að minnstakosti að bera hnífa á opinberu vettvangi. Sko, nú man ég það bara sjálfur, ég er alveg vissum að þú manst það líka þegar maður var í æsku að það voru oft með svona eins og kallan dálka og voru með hnífa og við vorum að ytta og gera alls konar hluti með þessa hnífa, en ég man aldrei eftir í byllinins að við höfum hugsað þetta einhvern veginn þannig að þetta veri hnífur til þess að verja okkur eða beita hvert öðrum. Nei, ég sá aldrei einn einasta hníf í skólatösku eða veit aldrei á hnífi í minni skólagöngu. Nei, það sami á mér, sko, en ég man að margir voru með hnífa. Bara að leik, sem sagt, krakkar í leik og voru jafnvel að fá þetta bara í gjöf eða fermingagjöf eitthvað en með mismunur og illa, sko, með það, sko. Ég held sér rétt hjá þér. Já, að svona hnífar voru svona, þannig að hnífur í sjálfu sér heldur að það er þessi merking hnífana, túlkurinn á þeim sem hugsanlega kannski hefur breyst að einhverju leyti meðal tiltekina hópa
hjá okkur á síðust árum, sérstaklega meðal kannski drengja eða karla, að það sé, bara sjálfsagt og sé kannski nauðsynlegt að bera hníf til þess að verja sig fyrir einhverju sem þarna úti. En menn átt að setja ofta á því og tala þegar vímefnir eru sögu að það þarf ekki mikið til þess að í þessari vörninni þá ert þú allt í einu bara að nota þessu að einhverjum öðrum með hörmulegum afleiðingum og því miður að þá höfum við mála því tægi sem á komið upp hjá okkur. En ég að leyfa mér að vona að þessi umræða sem var þetta sérstaklega í síðasta vetur að hún er leitt til einhvers jákvæðs með það að taka alvarlega á hnífaburði, að hnífaburði ekki eiga sér stað, er eitthvað sem bara eiga að vera þannig að við erum ekki að bera hnífa á opinberu vettvangi. Því að það bara býður hættunni heim og ég er mér að vona það. En kollega mínir, jafnbrotavarnir sem ég er að starfa með, þeir eru núna, bara eins og við erum að tala saman, þeir eru að grannskoða gögn lögreglu, varðandi hnífaburð, og mál sem hafa komið upp sem tengjast hnífaburð, ofbeldismál, Þannig ég bara, er bara með því, við erum auðvitað bara hópur fólk sem er bara að rannsaka ákveðna hluti og við erum að fara að hittast fljótlega og fara yfir bara niðurstöðunar að því, Þannig að þetta er bara eitt af þessum rannsóknarverkunum sem við erum bara alltaf með í gangi, einhver rannsóknarverkun þetta og önnur spennandi sem við erum að velta upp í okkar starfi, Já. Rétt í blálókin, er þetta fólk af okkar kyni bara í 95% tilvika sem að fremja þessu ofbeldisverk? Hvernig er þetta? Ef þú skoðar bara fjöldan allan, þar að segja þeir sem fremja ofbeldi, að þá sjáum við svona félagslega einkenni ákveðin svona oft svona kannski brotin bakgrunn, svona við getum persónulegan eða félagslegan. En það eru líka bara einstaklingar sem eru bara eins og hver annar, En er þetta allt kallar? Það er miklu meira bara kallar, ef við tökum svona mandrap, það eru svona 90% kallar sem eru að drepa, Strákar og kallar. Já, og þeir eru að drepa aðra kalla 80%, Þannig að þetta eru bara meira og minna bara kallar að drepa aðra kalla, Og jú, það er einhverjar konur sem eru að drepa, en þær drepa maka sinn, eða einhvern sem er í ástarsambandi við, og börn sín, Þú veist, það er einhverjum, ekki mikið þetta, en eitthvað, Þannig það er raunverulega að orða þetta bara svona. Eitt hræðilegt mál í Kópavogi, nýlegt. Já, maður lítið, þeir koma upp þessi mál og þeir eru bara hræðileg, þetta er bara hræðilegt, þetta er bara harmleikir, en þetta er heildarmyndin að þú tekur manndráp, þetta eru fyrst og næst ungir kallar að drepa aðra unga kalla, Þetta er bara 90% og þetta er í sjálfsvegar ekkert mjög ósvipa elendi, og þetta eru sem sagt þá, og konur að drepa einhver ástmenn eða fyrirverandi ástmenn sína eða einhver uppgjöri við þá eða þess vegna þú veist, Stockholm-syndróm við erum í ábyrgðissambandi og er að svara þannig að það er dæmi að því tægi þannig að þetta eru, já, kallar það er þetta sem maður getur sagt með svona afbrot og ofbeldisbrot og í auðgunarbrot og meira, þetta eru meira og meina kallar sem er að fremja þetta og yngri karlar þannig að ef við myndum fara að hafa okkur eins og konur þá myndum við vera mun rólegar að líta setja okkur í samfélaginu þyrftum ekki óttast mikið að labba einir út af gangi Það verk að vinna Já, verk að vinna þannig að konurnar eru hvað þetta snertir minnstakosti að þá er það ekki eins stórar til verka eins og kallandi Nei maður svona hálf sér eftir að hafa brósað hvað þá leið því þetta er auðvitað alvarlegur málaflokkur Þetta er alvarlegur málaflokkur, alveg klárlega en það er svona að maður skoðar þetta svona í heilsinni sem svona marsbúi þá blasir við mann ákveðin mynd þú veist af því að þetta eru meira og meina bara kallar yngri kallar sem eru að fremja þessi brot og þá er þetta að hugsa með þessi býtu, hvað er að gerast til þess varandi hlutverka grunnin í samfélaginu varandi hlutverk kalla og hlutverk kvenna í samfélaginu er ekki eitthvað er þetta ekki eitthvað sem þarf að skoða varandi væntingar til kalla, til kynhlutverks karla, hvað er einhverjum að gera þegar við tökum fangelsin, þetta er allt meira og minna bara kallar, ekki þyrftum að vera öll þessi fangelsi og þessa miklu stjórnleysi sem það er ríkjandi varðandi boðunarlista og fleira því tægi, þetta er allt bara meira og minna karlar, þetta eru kannski 5-10% konur eitthvað slíkt, það eru þetta til staðar en fyrst og fremst kallar og það er daburt, þetta er daburt fyrir hlutskipti karla, það er oft verið að tala til dæmis að við búum í svona feðraveldi, að við búum í samfélagi kallarnir stjórna öllu, en þessi flötur sýnir að minnstakosti orðaða þannig að svona gjald karlmennskunar er ansið þungt fyrir mörg okkar og ansið slæmt að vera þólandi og svo eru þólendur og það eru aðri karlar og stundum er þetta sem við taka manndrápin
og ofbeldisverk. Og oft þetta þannig, að því ég hef nefndið þetta oft svona, það eru tengslat á milli, að oft jafnvel bara svona tilvíðum hver verður gerandi og hver verður þolandi, sko. Kæri þakki fyrir komuna, Helgi Gunnlaugsson, og gangiði vel við þínar rannsóknir og takk fyrir að koma og upplýsa okkur hér um þessi mál sem að margir eru að tala akkurat þessa dagana. Takk að þér sömuleiðis. En við víkjum þá yfir í aðra sálma. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.